niðurstöðu af rekstri fasteigna upp á 575 milljónir króna. Rekstur framkvæmda miðstöðvar áætlaður með ríflega 11 milljónir króna tap en eignasjóður verður með 105 milljónir króna hagnað gangi áætlanir eftir. Af rekstri B-hlutafyrirtækja ber helst að nefna Norðurorku en gert ráð fyrir 368 milljónir króna hagnað af rekstri. Áætlað að hagur hafnasamningsins muni vaxa á komandi ári eftir mögur ári COVID og rekstrarhagnaður áætlaður 144 milljónir króna. Þá gert ráð fyrir að Bifreiðasjóður skili 39 milljónir króna hagnað á árinu eins og kemur fram hér á eftir á fundinum munum við hefja gjaldtöku á bílastæðum í miðbæ á næsta ári. Alls gert ráð fyrir að B-hlutafyrirtækin skili samtals 542 milljónir króna hagnaði og rekstrarniðurstaða ársins verði neikvæð 672 milljónir króna eins og áður hefur komið fram. Framkvæmdir ársins 2020 áætlaðar alls 3,2 milljarðar króna sem skiptist nokkuð jafnt milli A- og B-hluta. Þegar horft til helstu framkvæmda þá gert ráð fyrir að 850 milljónir króna fari til fræðslumála og 323 milljónir fari til æsku og íþróttamála. Í eignasjóði Gatna gert ráð fyrir ríflega milljarð króna gert ráð fyrir ríflega 1 milljarð króna í framkvæmdir en áætluð gatnagerðargjöld ársins sem koma til lækkunar verði 800 milljónir króna. Eins og áður eru helstu framkvæmdir í B-hlutafyrirtækjum hjá Norðurorku eða 1,1 milljarður og hjá Hafnasamlaginu 240 milljónir króna. 3 ára áætlun hér lögð fram með áætlun ársins 2022 og byggð á gefnum forsendum svo sem áætlun þróun útsvars, þróun launakostnaðar og áætlaðra breytinga á rekstri. Góðir bæjarfulltrúar, áður en kom að gerð fjárhagsáætlunar fyrir ári síðan hafði bæjarstjórn tekið höndum saman og gert með sér samstarfssáttmála. Ljóst var að rekstur sveitarfélagsins var að þyngjast, áhrif COVID voru sýnileg í auknum útgjöldum og þá lá fyrir að lífskjarasamningar og stytting vinnuvikunar myndi hafa töluverð áhrif á afkomu sveitarfélagsins. Ég tel að það hafi verið skynsamleg ákvörðun bæjarfulltrúum að taka höndum saman. Í umræddu samstarfssáttmála var lögð fram framtíðarsýn til næstu 5 ára og kom fram í fyrsta punkti þeirri framtíðarsýn að rekstur Akureyrarbæjar yrði fjárhagslega sjálfbær. Þrátt fyrir þetta markmið var bæjarstjórn einhuga við gerð síðustu fjárhagsáætlunar að grípa til mildra aðgerða og verja störf eins og kostur væri. Það hefur sannarlega gengið eftir og svo betur fer ástandið í samfélaginu töluvert breytt frá því sem við stóðum frammi fyrir ári síðan þó vissilega séum við ekki búin að sjá fyrir endan á veirufjandanum. Við gerð fjárhagsáætlunar þessu sinni að brugði frá áður samþykktu vinnuferli eins og kom fram hér upphafi. Auðvitað má alltaf velta fyrir sér hvort þetta hafi verið rétt en við töldum í ljósi mikilla breytinga á launaliðum með tilkomu styttingu vinnuvikunar og betri vinnutíma að betra væri að kalla fyrst eftir áætlun frá sviðunum sem byggði á óbreyttum rekstri en þó að teknu tillit til áður tekinna ákvarðana bæjarstjórnar sem og annarra utanaðkomandi þátta. Ég tel að þessi vinnubrögð hafi skilað okkur ágætri vinnu en í kjölfari hefur verið kallað eftir umbótaverkefnum með hagræðingu í huga eins og áður hefur komið fram. Í flestum tilfellum hafa komið fram tillögur frá einstaka sviðum sem náð hafa þeim markmiðum sem bæjarráð setti en þó var á fræðslusviði ekki talið hægt að ná því umrædda markmiði. Eins og ég gat áður þá hafa þessi umbótaverkefnum í fæstum tilfellum áhrif á þá góðu þjónustu sem bærinn að veita enda köllum við þetta umbótaverkefni en vissulega koma þarna inn ákvarðanir sem verða umdeildar. Ég ætla hins vegar ekki að tíunda hér einstök umbótaverkefni sem liggja fyrir einstakar sviðum og ráðum og vissulega geta orðið einhverjar breytingar á þeim milli umræðna. Ágætu bæjarfulltrúar, í dag ég að taka þátt í fyrri umræðu fjárhagsáætlun í 12. sinn og í síðasta sinn hér í bæjarstjórn. Ég held mér sé óhætt að segja að í gegnum tíðina hafi maður fundið fyrir þeirri tilfinningu að við værum alltaf að moka sama skurðinn. Sífellt hefur þurft að horfa á hverja krónu og samsetning rekstrar Akureyrarbæjar flókin sem gerir vinnuna við fjárhagsáætlun áhugaverða. En þegar horft í baksýnisspegilinn sést að ýmsu hefur áorkað. Við höfum komið 12 mánaða börnum inn í leikskóla að hausti og glæsilegu leikskóli Klappir var tekin í notkun á árinu.
Við þurftum að ráðast í endurbyggingu á Lundarskóla fyrr en áætlað var vegna mygluskemmda og verður seinni álma skólans tekin í notkun í vor og óhætt að segja að vel hafi tekist til. Í tengslu við þessa uppbyggingu voru gerðar töluverðar endurbætur á Róseborg til að geta tekið á móti hluta af nemendur Lundarskóla tímabundið. Við höfum þegar látið endurnýja 2 álmur við Glerárskóla og áfram verður haldið með þá vinnu á næsta ári. Við tókum í gagnið nýja þjónustukjarna fyrir fatlaða í Klettaborg og fyrir liggur að hefja vinnu við 2 nýja þjónustukjarna á næstu árum, auk þess að við höfum tekið í notkun 2 ný smáhýsi fyrir skjólstæðinga velferðarsviðs. Þá skiluðum við rekstri öldrunarheimila til ríkisins, rekstri sem hafði reynst sveitarfélögum afar dýr. Þá höfum við staðið að uppbyggingu íþróttamannvirkja samkvæmt framlagðri stefnu og tókum til að mynda glæsilegt hús fyrir Nökkva siglingaklúbb í notkun á árinu og aðstæði í skautahöll mun stórbætt á komandi ári. Þá mun uppbygging hefjast á Káasvæði sem í samræmi við uppbyggingarstefnu íþróttamannvirkja en á sama tíma gefst tækifæri til að skipuleggja Akureyrarvöll sem gefur möguleika á sölu lóða. Við höfum staðið þétt saman í baráttu uppbyggingu Akureyrarflugvallar, uppbyggingu heilsugæslustöðvar og legudeildar við SAK og næsta ári verður hafist handa við uppbyggingu flugstöðvar sem og byggingu 2 heilsugæslustöðva. Við höfum spýtt í lófana með lóðaframboð en eftirspurn eftir lóðum hefur verið meiri en nokkurn óraði fyrir og höfum nú nýverið úthlutað stóran hluta af lóðum í Holtahverfi og stefnum á næsta ári að geta farið í úthlutun lóða í hverfum ofan Borgarbrautar. Alls eru þessar lóðir fyrir 1300 íbúðir ef ég man rétt. Við erum að ljúka breytingum á stjórnsýslu sem taka á gildi frá með 1. janúar og mun skila okkur meiri skilvirkni en samhliða þessum breytingum höfum við lagt áherslu á stafrænar lausnir. Við erum að sjá jákvæða þróun í íbúafjölgun og vonandi verður svo áfram. Við bindum mikla vonir við að með aukinni raforku á næsta ári sem hefur verið eitt af helstu baráttumálum okkar á undanfarinn áratug hið minnsta og vonandi sjáum við skapast ný tækifæri í atvinnuuppbyggingu. Við erum líka að sjá uppbyggingu hjá stórfyrirtækjum eins og Húsasmiðjunni og Krónunni hér í bæ sem jákvætt. Já, ágætu bæjarfulltrúar, það hollt fyrir okkur að rifja þetta upp hér við umræðu gerð fjárhagsáætlunar og kannski höfum við ekki alltaf verið að moka sama skurðinn. Þetta sem ég hef rakið hér alls ekki tæmandi listi yfir þau fjölmörgu mál sem við höfum komið áfram á kjörtímabilinu og ég skora á bæði bæjarfulltrúa og bæjarbúa að skoða ágæta upptalningu bæjarfulltrúa Hildu Jönu á Facebook nú nýverið og ég get sagt fyrir mig að ég mun ganga stoltur frá borði í lok þessa kjörtímabils enda unnið með frábæru fólki hér í bæjarstjórn, fólki sem tilbúið að leggja sitt af mörkum. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, það að koma að lokum þessari tölu minnar en ég vænti þess að við eigum eftir að eiga hér góðar umræður áætlunina og vonandi verða þeir sem fylgjast með umræðuna hér betur upplýstir en þau verkefni sem við stöndum frammi fyrir. Í lokin vil ég þakka bæjarstjóra, bæjarfulltrúum og nefndarfólki öllu gott samstarf við gerð fjárhagsáætlunar og ennfremur vil ég sérstaklega þakka Dan Brynjarssyni, sviðsstjóra fjársýslusviðs og Kristjáni Baldvinsdóttur, forstöðumanni Hag- og áætlunardeildar sem og öllum sviðsstjórum fyrir þeirra vinnu við gerð áætlunarinnar. Takk fyrir. Það bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson lokið máli sinni. Ég ætla að biðja varaforsetanum að taka við stjórnina og gefa mér orðið. Bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil byrja á að þakka formanni bæjarráðs fyrir góða yfirferð fjárhagsáætlunina og ekki síður að þakka honum fyrir hans aðkomu að fjárhagsáætlun síðustu 12 árin. Hann hefur hreinlega gert þetta að sínu áhugamáli og tekið saman upp á sitt einsdæmi ýmis gögn fyrir okkur hina bæjarfulltrúana til glöggunar. Fjárhagsáætlun á hverjum tíma á að endurspegla stefnu bæjarstjórnar og auðvitað er það þannig að við vildum örugglega öll hafa miklu meiri pening til þess að spila úr og geta þá gert allt fyrir alla ef svo má orðið komast. En raunveruleikinn er auðvitað ekki sár. Við höfum frá upphafi þessa kjörtímabils lagt áherslu á þjónustu við börn og barnafólk sem á að verja viðkvæmustu hópa samfélagsins. Við höfum borið gæfu til þess hér á Akureyri að bæjarfulltrúar hafa svona almennt hlusta á hvort annað og að mestu geta rætt sig niður á niðurstöðu. Á síðasta ári ákváðum við síðan að leggja niður meirihlutann og hleypa bæjarfulltrúum þáverandi minnihluta
enn betur að verkefninu framöndan. Við settum niður fyrir okkur þau verkefni sem við vorum sammála að ætti að vera í forgangi og lögðum fram framtíðarsýn til 5 ára. Þar voru áherslunar helst að þær að reksturinn yrði sjálfbær. Áherslur á skólan okkar, verja viðkvæma hópa og blása til sóknar þannig að auka mætti tekjur. Eins og bæjarfulltrúi Guðmundur kom inn á, þá var það ljóst strax á síðasta ári að rekstur sveitarfélagsins væri að þyngjast. Við gripum til mildra aðgerða þá og ég tel að við séum áfram að vinna að hagræðingu með skynsamlegum hætti. Þegar við fórum í stjórnsýslubreytingana þá var ákveðið að innleiða ný vinnubrögð svokallaða 90 daga spretti sem felst í að vera stöðugum umbótum og taka síðan stöðuna á 3 mánaða fresti. Ég held að með slíku verklagi þá getum við náð enn lengra í fjárhagsáætlunarvinnunni og við orðið markvissari, eða sú vinna orðið markvissari og í samvinnu við starfsfólkið þá náum við hraðar og öruggar í tökum á rekstrinum. Bæjarfulltrúi Guðmundur kom inn á hversu margt jákvætt hefur gerst á síðustu árum. Við erum að fara að taka inn 12 mánaða börn inn á leikskóla og glæsilegu leikskóli tekinn í notkun. Þessu höfum við haldið inni þrátt fyrir mikinn aukinn kostnað. Við erum í gagngerum endurbótum á 2 skólum, 9 þjónustukjarnar teknir í notkun og svona mætti lengi telja. Það er ánægjulegt að við séum að fara að byrja á 3. verkefni í uppbyggingaráætlun íþróttamannvirkja. Núna loksins myndu einhverjir segja, en við erum þá samhliða að gera ráð fyrir að Akureyrarvallarsvæðið verði byggt upp og skili tekjum á móti. Fólksfjölgun hefur orðið þó nokkur að síðasta ári og engin ástæða til annars en að ætla sú þráun haldi áfram. Við höfum eins og bæjarfulltrúi Guðmundur kom inn á spýtt í lófana með lóðaframboð en þar gætu við að mínum mati jafnvel gert enn betur. Þá tel ég að við séum að einhverju leyti komið með viðurkenningu á að vera hin borgin á Íslandi og það eitt og sér gefa okkur tækifæri og byrjum til báða vangi að svæðið sem slíkt ná að stækka og þroskast og við í sjálfu sér, og ég hef komið inn á það hér áður, að mér finnst við vera einhvern veginn núna komin á þann stað að við þurfum ekki að hafa svo mikið fyrir því að laða til okkur fólk og fyrirtæki. Allavega ekki jafn mikið og áður var. Ég er heilt yfir nokkuð ánægð með áætlunina en gerir ráð fyrir að við munum nýta tímann á milli umræðna vel og þá á þeim tíma munum við ná skýrari mynd af umbótaverkefnum framöndan og framkvæmdaráætluninni. Bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir hefur lokið máli sínu og færi inn aftur stjórn fundarins. Takk fyrir það. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sóli Björk Stefánsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Hérna sitjum við vitleysingarnir og tökum þessar ákvarðanir hagræðingu í rekstri. Ég vil bara segja að eftir að ég gerðist bæjarfulltrúi þá líður einhvern veginn mér eins og einhverjum gömlum heimspeking sem að sagði því meira sem ég læri því meira átta ég mig á því hversu lítið ég veit. En það er bara þannig. Ég hafði ekki áttað mig á því að þegar ég gaf kost á mér til að sitja í bæjarstjórn að þetta snerist fyrst og fremst hagræðingu. Það hefur nú eiginlega gert síðustu 8 árin og hefur ekki verið nein skemmtireisa, verð ég að segja. En ég ætla bara að segja að ég held að það sé gott að við séum að takast á við málin, einmitt eins og bæjarfulltrúi Guðmundur nefndi án þess að fara í, má segja, mjög blóðugan niðurskurð. Við höfum verið að kroppa og gert það nánast á hverju ári og má segja að við séum að veita gríðarlegt aðhald í rekstri Akureyrarbæjar þrátt fyrir að því miður þá séu nú þannig að enn sé allt á niðurleið þegar að tölurnar eru skoðaðar. En ég ætla nú að trúa því líka að það sé bjartara framundan. En það að það sé bjartara framundan þýðir bara því miður ekki að við getum sleppt því að vera á bremsunni í útgjöldum. Það væri samt ótrúlega auðvelt og við gætum alveg komist upp með það. Það er eiginlega, má segja, ekkert rosalega mikið mál að velta þessu yfir á næstu bæjarstjórn. Þannig að ég er bara ánægð með að við séum að taka þessa umræðu og standa í þessu kroppi sem að manni finnst stundum einhverjar milljónir til að frá ekki skipta öllu máli en safnast þeirra saman kemur og ég trúi það sem betra að gera þetta svona heldur en að
taka einhverja stóra bita. Ég held að þetta sé sársauka minna svona. En mér langaði nú kannski, og ég vil bara líka einmitt ræða það eins sem svona helsta ástæðan fyrir því núna að við stöndum frammi fyrir þessu verkefni núna sem eru launahækkanir starfsfólks sveitarfélaga sem að ég bara gleðst innilega yfir og held að hafa verið gríðarlega mikilvægur og einmitt kannski þess vegna er ég ennþá reiðubúnari en ella til þess að standa í hagræðingu vegna þess að það er ekki hún er ekki tilkomin vegna einhverja vitleysisgangs heldur vegna þess að laun starfsmanna sveitarfélaga voru hækkuð og vinnutími bættur sem ég held að hafa verið bara gríðarlega mikilvægt. En það samt kannski ekki þannig að maður get ekki sagt að það hafi aldrei verið teknar rangar ákvarðanir og þetta erum við ekki alltaf sammála uppbyggingu sérstaklega og framkvæmdir og nýframkvæmdir hvort átt að byggja þessa brú eða hvort átt að byggja þetta hús eða kaupa þessa skíðalyftu eða hvernig sem það nú er og en það bara eitthvað sem að kannski þarf ekki að ræða hér og nú en kannski og mér langar bara til að tala það og ég hef alveg talað það áður en mér finnst bara mikilvægt að við horfum sérstaklega til þeirra uppbyggingar sem við stöndum í. Ég var alveg sammála því á síðasta ári ættum við ekki að draga úr uppbyggingu vegna atvinnuástandsins þá en mér finnst bara og ég bara hef þá bjargföstu skoðun að við eigum að horfa miklu meira til þess fjármagn sem við raunverulega höfum til þess að framkvæma fyrir og við þurfum að gera betri áætlanir þegar við erum að ákveða uppbyggingu fasteigna og annarra framkvæmda þar sem að við þurfum að horfa meira í hvaða rekstrarkostnaði mun viðkomandi mannvirki skila, hvað mun það kosta okkur að reka viðkomandi mannvirki, hvað mun það kosta okkur að reka þjónustuna inn í því. Þarna held ég að við getum gert miklu betur og ég hef alveg bjargfasta trú á því að við séum að gera ákveðin mistök með því að setja okkur ekki fjárhagsramma. Það er að segja að þegar við erum að gera okkar framkvæmdaáætlun þá hugsum við meira það hvað okkur langar til að framkvæma og hvað við teljum þurfa og það er auðvitað alltaf skipta skoðanir á því heldur en að segja bara hvað höfum við mikið fjármagn til þess að framkvæma fyrir og það er eitthvað sem ég bara, mér finnst að við ættum að bæta þó að sé alveg að verða og seint fyrir flest okkar hérna inni að þá bara ber ég þá von í brjósti að næsta bæjarstjórn verði skynsamari að þessu leyti og ég ætla bara að segja að auðvitað er pólitík líka í þessu við sem að gáum kost á okkur til að sitja í bæjarstjórn til þess að forgangsraða fjármagni þó okkur langaði auðvitað öll til þess að forgangsraða fjármagni sem væri til en ekki að forgangsraða niðurskurði í raun og veru sem er raunverkefnið að þá ætla ég bara að segja að ég er ekki alveg sammála því að það eigi að halda áfram að byggja upp íþróttaaðstöðu fyrir tvö stór félög sem að ekki verðast einhvern veginn geta samnýtt almennilega aðstöðu. Mér finnst það bara ekki skynsamlegt og ég held að við getum sem sagt bæði þar og kannski öðru gert betur í að vera skynsum þegar við hugum að uppbyggingu og framkvæmdum. En það er í raun og veru það sem ég hef út á okkur að setja. Ég tel að þessar stjórnsýslubreytingar sem við fórum í hafa verið góðar að því leyti að það var mjög gott að mínu mati að við byrjuðum á því að skoða og rýna stjórnsýsluna og hvað við getum gert betur þar og hvað umbætur við getum gert þar áður en við færum í að skoða þjónustumálaflokka en við erum auðvitað komið þangað að við erum að skoða niðurskurð í þjónustumálaflokkum og það er bara eitthvað sem við held ég að við getum ekki vikið okkur undan en við höfum þetta eftir að ræða afmarkaðar tillögur betur og ég er bara spennt að sjá hvernig okkur miðar með það. Takk fyrir. Það er bæjarfulltrúi Sólu Björk Stefánsdóttir en lokið máli sinni orðið er laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil byrja á því að þakka bæjarfulltrúa Guðmundi kærlega fyrir þessa yfirferð. Mér langaði kannski aðeins að opna á því að tala bara hugmyndafræði. Kannski það sem að síðasti fulltrúi skildi hann boltan svolítið eftir.
Og auðvitað er misjöfn hugmyndafræði. Við erum úr ólíkum grunni, við erum með ólíka pólitíska sýn og svo framvegis. Ég tel að við getum og eigum að leggja jafnvel enn meiri áherslu á að horfa til þess að vaxa út úr þeim vanda sem að er í stöðu sveitarfélagsins. Ég er líka á því að til þess að horfa í sjálfbærni í rekstri sveitarfélags þá þurfum við að horfa til 3 þátta, ekki bara efnahagslegs þátts, heldur líka samfélagslegs og umhverfislegs. Ég tel og ég held að við séum nú reyndar flest sammála þar, að það að íbúum sé að fjölga á Akureyri sé gríðarlega jákvætt og við getum fjölgað enn meira til þess að nýta betur þá innviði sem að hérna eru og til þess að vaxa bara hreinlega og hafa efnaði að gera meira og betur. Til þess þá þarf að koma ýmislegt til. Stundum er okkur tíðrætt það sem stundum er kallað nice to have og must have þegar það er verið að forgangsraða. Þetta er reyndar mjög ólíkur skilningur milli einstaklinga hverju þetta felst. Hvað er must have og hvað er nice to have eða þar sem verður að vera og þar sem að væri gott að hafa. Sumir kannski skilgreinað annars vegar sem bara lögbundna þjónustu og hins vegar ólögbundna þjónustu. En ef að markmiðið er til dæmis að fjölga íbúum, að vaxa og vera þetta borgarsamfélag sem við höfum talað að bæði vilja vera og sjá fyrir okkur til framtíðar, að þá þurfum við að horfa aðeins á þetta með öðrum hætti. Það er ýmislegt sem við höfum gert sem að ég er mjög ánægð með og ég vil þakka bæjarstjórunum okkar, sviðsstjórum og þá ekki síst sviðsstjóra fjársýslusviðs og Kristínu Baldursdóttur fyrir þeirra vinnu. Þannig að ég er sannfærð það að til þess að ná markmiðum sjálfbærni þá er starfsfólkið okkar í algjöru lykilhlutverki og við auðvitað líka að því við setjum stefnuna. Og það er svo mikilvægt að við séum skýr hvert við viljum stefna og það ekki bara út þetta kjörtímabilið á næsta ári, heldur hvernig viljum við sjá okkur eftir 15 ár, eftir 20 ár og svo framvegis. Mér hefur allavega verið tíðrætt það sem við köllum umbótaverkefni sem að felst í því líka að þegar við leggjumst yfir þetta og hugsa hvernig gætum við hagrætt hér, að setja það í skýran farveg og fara í rauninni í faglegt mat á því hvaða áhrif hefði sú hugmynd eða hugdetta sem kemur fyrst, hvað áhrif hefur hún á þjónustuna, hver er raunverulegt hagræði og svo framvegis. Og það sé gert markvisst en ekki aðeins í fjárhagsáætlunarferlinu. Og þar ættum við kannski í stjórnmálunum að virkilega aðeins að hugsa hvort og hvernig við getum betur bætt okkar aðkomu að því leyti. En eins og ég segi ég hef gríðarlega trú á Akureyrarbæ og ég veit að staðan er þannig að við þurfum að horfa til þess að sýna aðhald og ég er ekki að segja að það þurfi ekkert að gera, alls ekki. Við erum kannski að glíma við fjárhagsvanda sem er að vissu leyti fordæmalaus. Á fjármálaráðstefnu sveitarfélagana var jafnvel talað meiri áskorun heldur en eftir bankahrunið 2008. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldur fór ágætlega yfir bæði COVID-faraldurinn og áhrif kjarasamninga, en ég vil líka að við ræðum aðkomu ríkisins að málefnum sveitarfélagana. Ég upplifi að með jafnvel óbeinum hætti sé ríkið að spara bakdyramegin í gegnum sveitarfélagin. Það er verið að færa sífellt fleiri verkefni á heldur sveitarfélaga, ófjármögnuð eða færa meiri lögbundnar skyldur á sveitarfélagin án fjármagns og sem dæmi þá er alveg viðurkennt að við gegnum ákveðnu svæðisbundnu hlutverki hér á Akureyri en það er ekki hvorki skilgreint né fjármagnað en ég bind nú mikla vonir við að það fara að breytast í kjölfar hvítbókar byggðamál. En við sem erum í stjórnmálunum auðvitað kannski að leggja okkur enn meira fram í þessu samtali við ríkið því ef að það þrengist að stakkurinn í þessum ólögbundnu verkefnum sem eru einmitt íþróttir, menning, atvinnumál, ferðaþjónusta, markaðsmál, allt sem að tengist samkeppnishæfni okkar og tækifæri til vaxtar, að þá verðum við að verja þessa hagsmuni þessa svæðis. Það sem mér finnst líka svo gríðarlega mikilvægt að muna er sérstaða Akureyrar. Akureyrarbær, við getum farið að segja tæplega 20.000 eru nú að detta þangað. Þetta er stærsta einstaka sveitarfélag utan höfuðborgarsvæðisins.
við erum í þeirri stöðu að geta og kannski eina svæði sem á eitthvað séns í að verða einhvers konar valmöguleiki eða borgarsvæði sem valmöguleiki í byggðalegu tilliti og þó er mikilvægt að við gerum allt sem í okkar valdi stendur til þess að vaxa út úr vandanum samhliða því að við förum í markvissar umbætur stöðugt og gerum það faglega, gerum það með greiningum, gerum það með því að skoða það til hlítar, gerum það með því að treysta starfsfólkinu okkar, að því að svo eru auðvitað alltaf að bætast við verkefni sem okkur langar til að fara í. Mér finnst líka skipta gríðarlega miklu máli sem ég held að við séum að gera sem að tryggja nægt lóðaframboð og leggja áherslu á að skipulagsmálin hjá okkur séu þannig að það sé í boði bæði húsnæði fyrir íbúa og atvinnuuppbyggingu. Það fleira varðandi ríki, við höfum margoft rætt málaflokk fatlaðs fólks sem farið var frá ríki til sveitarfélag og vanfjármagnaður af hálfu ríkisins. Við höfum reynt að berjast sanngjarnari fjármögnun menningarsamnings við ríkisins sem við þurfum að halda áfram. Samninga vetraíþróttamiðstöð Íslands, rekstur skáldahúsanna, tala nú ekki gistináttagjaldið sem að hjá ferðaþjónustunni sem að fer til ríkisins en ekki sveitarfélaga, mögulega á aðgerðum í að bæta skattskil, mögulega í samstarfi við ríkið. En að sjálfsögðu við þurfum að gera bæði. Við þurfum að vaxa út úr vandanum og gæta aðhalds og gera það af yfirvegun og fagmennsku, af því að við skuldum íbúum það að gera eins vel og við getum. Þegar við skoðum fjárhagsáætlunina núna, þá einmitt margt sem að ég mjög ánægð með, en eins og bæjarfulltrúi Guðmundur nefndi hérna áðan, þá ekkert ólíklegt að fjárhagsáætlun taki breytingu milli umræðna og það ýmislegt sem á eftir að ræða og ná lendingu í, við eigum eftir að taka afstöðu til dæmis aðgerðaáætlunar í málefnum eldri borgara, safnastefnu og aðgerðir tengda henni, möguleikar hvað með ýmislegt tengt bæði samfélags- og fræðslusviði. Það svona helst þar sem að maður svona hugsi yfir hvað sé best að gera, því við þurfum líka að velta fyrir okkur hversu hratt hlutirnir eru gerðir, þannig að maður sé ekki að skjóta sig í fótinn. Umfram allt þá verðum við og eigum að hafa trú á þessu samfélagi. Ég alveg til í að veðja á Akureyri. Við eigum að skapa skemmtilegt, líflegt og umhverfisvænt samfélag þar sem öllum gefið jöfn tækifæri til þess að blómstra á sínum forsendum. Og það þýðir bara alls konar fyrir alla. Þannig að ég vona og finn og bind vonir við og það sé líka tónninn sem við viljum fara áfram inn í. Þetta frábært sveitarfélag og auðvitað þetta erfitt að sitja í bæjarstjórn og þurfa að taka þessar ákvarðanir hvernig á að forgangsraða og hvert á að stefna og hvert á að fara. En það líka skemmtilegt og það eru bullandi tækifæri. Það það og við megum ekki í þessu öllu saman gleyma því. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir lokið máli sínu, orðið laust. Næst tekur máls bæjarfulltrúi Heimir Haraldsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil líkt og aðrir bæjarfulltrúar þakka Guðmundi fyrir sína yfirferð á fjárhagsáætlun Akureyrarbæjar. Sem formaður velferðarráðs finnst mér þessi fjárhagsáætlun gefa það til kynna. Við ætlum að standa vörð þá hópa sem höllum fæti standa og fundið mikinn samhljóm frá félögum mínum í bæjarstjórn að taka þessa línu. Vafalaust finnst einhverjum þessi málaflokkur velferðarmál vera útgjaldafrekur. Í því samhengi Akureyri oft borin saman við sveitarfélög á suðvesturhorninu. Við á Akureyri höfum hins vegar svipaða stöðu og Reykjavík þegar kemur að velferðarmálum. Hér sjúkrahús sem margir leita til og jafnvel flytja hingað til þess að fá heilbrigðisþjónustu.
Það á sérstaklega við geðheilbrigðisþjónustu en á SAK að finna geðdeild. Hér líka töluvert fólk með fjölþættan vanda sem bærinn þjónustar, ekki ósvipað og höfuðborgin. Við erum með hlutfallslega marga í hópi fatlaðs fólks. Á því eru vafalaust margar skýringar. Ein gæti verið sú að hér á árum áður var altæk stofnun sem hét Sólborg, þar sem fólk var vistað af öllu Norðurlandi. Önnur ástæða að góð þjónusta félags, heilbrigðis og menntakerfis hér, en töluvert að fólk flytji til Akureyrar til þess að börn þeirra í þessum málaflokki geti sótt skóla og fengi þjónustu á vegum bæjarins og svona mætti lengi áfram telja. Staðreyndin sú að félagsþjónustan að nánast eingöngu að sinna lögbundnum verkefnum. Þau fara vaxandi og sem dæmi það má nefna breytingu á lögum félagsþjónustu sveitarfélaga frá árinu 2018 og ný lög þjónustu við fatlað fólk sem heita lög þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir. Í báðum tilvikum auknar kröfur að ræða til sveitarfélaga varðandi þjónustu við íbúa, nefna má notendasamninga, notendastýrða persónulega aðstoð og nýjustu lögin eru lög samþættingu í þjónustu í þágu farsældar barna sem munu taka gildi 1. janúar 2022. Félagsþjónustan á Akureyri hefur verið byggð upp af metnaði til þess að geta mætt þörfum þeirra íbúa sem á aðstoð þurfa að halda og leið að uppfylla þær lagaskyldur sem á bænum hvíla í málaflokknum. Mikilvægt að því starfi sé haldið áfram. Þó sem lögbundin verkefni sé að ræða ekki endilega þar með sagt að ekki sé hægt að gera betur. Velferðarsvið vinnur að umbótaverkefnum sem byggðar á grundvelli úttektar sem var gerð á málaflokki fatlaðra, en með þeim hætti hægt að hugsa langt fram í tímann og gera góðan rekstur betri. Framundan eru fjölmörg verkefni og ég ætla að nefna bara nokkur til þess að og líks og ræðuminni, en við ætlum að vinna áfram eftir áætlun uppbyggingu húsnæðis í málaflokki fatlaðs fólks, vinna að málefnum barna og fjölskyldna í anda farsældalaga. Þar má nefna snemmtæka íhlutun að leiðarljósi, halda áfram að þróa þjónustu við flóttamenn og nýbúa og halda áfram að taka í notkun velferðartækni og rafrænar lausnir til hagsbóta fyrir notendur og þjónustuveitenda. Takk. Það bæjarfulltrúi Heimir Haraldsson lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, Guðmundur búinn að vera í þessu í 12 ár. Ég held að þetta sé 20. fjárhagsáætlunin sem ég kem nálægt hjá Akureyri. Staðreyndin náttúrulega sú að við fáum alltaf fleiri óskir en við ráðum við og við stöndum alltaf með einhverjum hætti frammi fyrir því að þurfa að takast á við einhver verkefni. Ég man það til dæmis þegar þetta hús sem við stöndum í og erum í núna, Hof, var byggt og tekið í notkun á sínu tíma. Þá komu 200 milljónir inn í rekstur bæjarins í formi leigu og okkur starfsmönnum var falið að hagræða fyrir megninu þessu. Þetta snýst ekki það að við séum með minni fjármuni inni, þetta snýst að stóra hluti það að við erum með meiri fjármuni, við erum með meiri útgjöld, við erum með meiri tekjur, en tekjurna duga sjaldnast fyrir þeim auknu útgjöldum sem við stofnum til eða stofnað til af öðrum þannig að við stöndum frammi fyrir því að takast á við verkefnið. Við náttúrulega, eins og hefur komið hérna fram, að þá bættur vinnutími, hann að kosta. Það sé stytting vinnuvikunnar, bara eðlilega. Hún gerir það í öllum fyrirtækjum og stofnunum sem eru með vaktavinnu. Þannig að við erum að fjölga stöðugildi þó við höfum ekki ætlað að gera það. Það liggur bara í hlutarins eðli. Það eykur launakostnað og þetta eru sennilega eitthvað í kringum 150-200 milljónir á ári gerir ég ráð fyrir þegar allt talið.
Við hins vegar kannski stofnuðum til aukinna útgjalda með því að ákveða að fara að þjónusta börn á leikskólum frá 1 árs aldri. Það kostar líka. Þetta er aukin þjónusta og það er alveg greinilegt að við höfum ekki fjármuni til að mæta þessu ásamt þeim útgjöldum sem við stöndum frammi fyrir og öðrum orsökum. Við erum líka í þeirri stöðu núna að málaflokkur fatlaðra, hann er rekinn með halla. Við erum ekki að fá þau framlög sem við þurfum. Þannig að við þurfum að mæta því líka. Og þá er náttúrulega gott að fólk spyrji, hvað eigum við þá að gera? Við erum undir auknum þrýstingi það að bregðast við og byggja upp. KA-menn voru til dæmis komnir af stað með uppbyggingaráform árið 2008. Það var eina árið sem að fjárhagsáætlun fór í gegn án niðurskurðar eða hagræðingar í 6 daga. En þá kom hrunið og þurfum að hætta við. Síðan var farið að stefna því að fara í uppbyggingu á þessu svæði í ljósi aukinna þátttöku margara barna og unglinga. Og þá kom COVID og maður getur náttúrulega veltið fyrir sig hvort maður eigi nokkuð að vera að ætla að fara í framkvæmdir á KA-svæðinu, það bara gerist alltaf eitthvað. En ég held að við stöndum bara frammi fyrir því að stundum verðum við bara að taka ákvörðun að fara í ákveðna framkvæmdir og við verðum bara að tækla það mál. Það er alveg ljóst, bara svona ef við tökum þetta sem dæmi, að við getum og eigum að geta fjármagnað þetta með uppbyggingu á hluta af Akureyrarvelli eins og hann er í dag. Það þarf náttúrulega að fara í það skipulag og vinna það, en það er alveg morgunljóst að við getum það. Og við eigum að horfa þannig á þetta að þetta er ekki að koma inn beint sem viðbót, við munum eiga fyrir þessu. Svo getum við líka veltið fyrir okkur, getum við ekki bara hækka tekjur bæjarins með einhverjum hætti til að mæta öllum þessum útgjöldum og þurfum þá ekki að vera að laga til í reksturinn með því að hagræða. Við erum búin að leggjast yfir ýmsar leiðir til þess. Við gætum hækka fasteignagjöldin, bæði á fyrirtæki og einbýlishús eða sem íbúðarhúsnæði. Við erum ekki með það í toppi, það er vissulega rétt. Við tókum þá ákvörðun fyrir að mig minni 2-3 árum að lækka þær álagningar. Ég er ekkert endilega vissum að við erum ánægð með það. Þannig að við þurfum einhverstaðar að mætast á miðri leið til að takast á við þetta verkefni. Og þess vegna erum við að leggja fram hérna hagræðingatillögur og þær munu sumar hverjar valda mikill í úlfúð og mæta litlum skilning. Og það er nú þannig að þegar við erum að benda á þetta eru kannski einhverja 20-30 milljónir í einstaka tilvikum, þá er bara staðreyndin sú að þegar að safna saman þá verður þetta stærri tala og við bara þurfum að vinna þá í því að fá ekki skilning fyrir þeim ákvörðunum sem við erum að taka. En ég er ekkert endilega viss að það séu allir tilbúin til að hlusta á þau rök. Við höfum kannski ákveðið að stilla hlutunum svona upp og höfum fyrir því ákveðið rök. Og megin forsenda er svo að við verðum að takast á við verkefni sem er rekstur bæjarins samt þann hátt að bæjarsjóður verði sjálfbær. Hann verður ekki sjálfbær nema við lækkum rekstrarútgjöld og aukum tekjur. En það er eins og hefur komið fram í máli bæjarfulltrúa hér og bæjarfulltrúa Guðmundur sem flutti hér ágætis inngangserindi eða innganga þessar umræðu, þá stöndum við oft frammi fyrir þessu vanda að ríkið er bara ekki að með sanngjarnar fjárveitingar miðað við þá þjónustu sem okkur er ætlað að veita. Það er eitt af stóru verkefnunum okkar. En þangað til að fá leiðréttingu á því þá verður að gera eitthvað annað. Annað er það að Akureyri er stórborg út á landi. Og ég segi stórborg vegna þess að við erum svo margfalt stærri en önnur bæjarfélög og sveitarfélög og þorp
hér allt í kringum okkur. Og það kom fram á fjármálaráðstefnunni daginn, það kom fram spurningin: eru ekki öll sveitarfélög skyldu til þess að sinna lögboðinni þjónustu gagnvart öllum íbúum sínum? Og þessi spurning kemur fram af því að það eru nokkuð sveitarfélög á Íslandi sem standa alltaf frammi fyrir því að það verður alltaf aukinn þrýstingur á félagsþjónustu og úrræði við fötluð börn, fatlað fólk, félagsþjónustuna og þar fram eftir götunum. Og af hverju er það? Er það vegna þess að við erum búin að byggja hérna upp góða þjónustu eins og kom fram hér áðan og önnur sveitarfélög bara ekki með viðkomandi þjónustu og þess vegna leyfa þau sér bara hreinlega að segja við höfum bara ekki úrræði. Nú, hafið ekki úrræði, hvað á ég þá að gera? Ég veit ekki hvað sagt en allavega flytur þetta fólk yfirleitt þá í þessi sveitarfélög sem hafa úrræði. Þetta veldur að sjálfsögðu auknu þrýstingi á útgjöld hérna. Ég veit ekki betur en að við séum búin að samþykkja viðauka upp á einhverja 100 milljónir á þessu ári, hátt í 100 milljónir vegna barna með mikla sérþarfi sem hafa verið að koma hér inn í leik- og grunnskólakerfið. Þetta er engin tilviljun. Og maður veltir í það fyrir sér. Af hverju eru sveitarfélög sem ekki sinna skyldum sínum, af hverju ekki brugðist við þeim? Hvernig stendur á því að sum sveitarfélög geta bara komist hjá því að byggja upp alvöru félagsþjónustu ef til þess kæmi að einhver íbúi þyrfti á þjónustu að halda? Þetta er líka vandi. Og nú er ég búin að væla hér alveg heilan hellingafsökju. Það er náttúrulega að fara að bölva hérna, en nú er ég búin að væla heilan helling. En þetta eru bara því miður staðreyndir máls sem við þurfum að takast á við. Við höfum verið að berjast í þessu. Við höfum unnið ákveðna sigra. En ég verð að viðurkenna það að þá voru mér mikil vonbrigði að þurfa að skila öldrunarheimilunum inn. Þetta hefði verið langt best fyrir þjónustu aldraða væri hér heima. En við getum ekki endalaust greitt stóran hluta rekstrarkostnaðinum fyrir ríkið af því að þetta er á ábyrgð ríkisins. Nú eru öldrunarheimilin farin út. Við erum að sjá bata í rekstrinum. Við erum að sjá allt of lítinn bata. Af hverju? Af því að við erum allt í einu komið með fleiri verkefni í fangi sem við áttum ekki von á. Það var ekki að því að við tókum ákvörðunum það. Það var að því að fengum það í fangið. Það er bara þannig. Og þetta er bara eitthvað sem að ég held að fólk verði svona aðeins að fara að velta fyrir sér hvernig stendur á. Alþingi getur stýrt miklu, miklu fleiri þáttum en sveitarfélögin. Og svona bara rétt í lokin, ég held að við höfum ekki minnst á COVID í raun sem ástæðu þess að rekstur í Akureyrarbæjar gengur ekki eins og við viljum að gangi. COVID er ekki ástæða nema sára litlu leyti. Við skulum muna það. Þess vegna erum við í þessari vegferð. Við eigum eftir að taka þessa fjárhagsáætlun fyrir, við eigum eftir að ræða hana, við getum þurft að bregðast við getum þurft að breyta áherslum. Við eigum eftir að halda kynningafunda ef maður rétt og það hljótum við að fá einhver viðbrögð frá íbúum og nú skulum við bara taka málið áfram og ég geri bara ráð fyrir fjörugri umræðu á fésbókarþráðum ýmsum það hvað þessi bæjarstjórn sé yfir höfuð að gera. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason lokið máli sinni, orðið er laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég vil byrja líkt og aðrir á því að þakka Guðmundi Baldvini fyrir þessa góðu yfirferð á fjárhagsáætluninni. En það er búið að vera afskaplega gaman að vinna með svona talnaglöggum manni eins og Guðmundi Baldvin og Gunnari Gíslasyni. Þeir eru afskaplega rúðustrikkaðir og talnaglöggi menn. Það er svona bara rak mig í rogastans á þann þegar hann nefndi að það voru 1300 íbúðir í nýja hverfinu en þær eru bara 900.
2 hverfi, já, ok, en fyrra hverfi sem við erum að taka fyrir núna. En sko það sem mér langaði til þess að koma inn á er það sem að við höfum rætt í sambandi við skipulagsmál. Við höfum og erum að fá á þessu ári ansi mikla tekjur af gatnagerðargjöldum sem að breytir stöðun okkar töluvert og gerir þetta betra. Og eins gerum við ráð fyrir töluverðum gatnagerðargjöldum á næsta ári og jafnvel sem sagt næstu ár getum við alveg gert ráð fyrir meiri gatnagerðargjöldum af því að við ætlum að fara í uppbyggingu á Akureyrarvelli og ef að framfer sem horfir að þá erum við að sjá hérna 250 nýjar íbúðir byggðar á þessu ári og stefnir í 250 nýjar íbúðir á næsta ári. Þetta er töluvert mikið magn af uppbyggingu og vonandi heldur þetta áfram. Við erum að sjá töluverða íbúa aukningu og það er jákvætt. Það stendur undir þessum sameiginlegum kostnaði sem við þurfum að leggja í og það er bara gott ef okkur fjölgar. En hérna það er gert ráð fyrir að fara í aðal- og deiliskipulagsbreytingar íbúðasvæðisins í B23 þar sem við gerum ráð fyrir 900 íbúðum allavega í þessari vinnu sem við erum núna. Og sú vinna er hafin og klárast á næsta ári og okkur dreymir til þess að fá samfellu í verkefnið og hafa og lenda ekki í lóðaskorti að Borgarbrautin verði gerð næsta sumar. Og til þess að það geti orðið að þá þurfum við að færa fram 150 milljónir á milli áranna 23 og 22. En ég held að kom ekki að sök að því að áætlunin varðandi gatnagerðargjöldin held ég að sé vanmetin kannski hátt í 200 milljónir. Þannig að þú veist, niðurstaðan á fjárhagsáætlun ætti ekki að breytast mikið. Það sem er líka verið að gera núna að við erum að vinna í þéttingu byggðar. Við erum að deiliskipuleggja reiti eins og við ætlum að fara í tjaldsvæðisreitin sem að kostar okkur ekki mikið í gatnagerð en skilar okkur töluverðum tekjum og þetta er mjög hagkvæmt fyrir bæjarfélagið og síðan eru fleiri svæði náttúrulega eins og við nefndum, Akureyrarvöllur, mjög stórt svæði, iðnaðarlóðir sem er verið að deiliskipuleggja við Sjafnanes og síðan kemur náttúrulega eins og heilsugæslulóðirnar sem er verið að deiliskipuleggja á næsta ári fyrir heilsugæslu Norður. Eins langar mig að nefna Hafnarsvæðið, þar sem að stefnir í að við förum í hugmyndasamkeppni á Torfinhúinu. Þannig að það geti líka sem sagt hafist uppbygging þar fljótlega en þar á að framleggja bryggju og framleggja bryggjuna og fylla upp. Fleira var það nú ekki sem að er svona mikilvægt í þessu, en ég vildi bara að þetta kemur fram að því að við vorum að spá í hérna að við myndum ekki hiksta í skipulagsmálunum. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson lokið máli sínu, orðið er laust. Næst til máls bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, það er aðeins sem áður var þegar var meiri og minnihluti að þá var náttúrulega alltaf gaman að bregðast við því sem kom frá minnihlutanum en nú vorum við öll að vinna á sameiginlegu verkefni að það þarf samt að bregðast við og við erum ekki alveg með öll með sömu áherslur í þessar umræðu okkar. Þannig að það er ágætt að fara þessi yfir þessa punkta sem hafa komið. Sóley talaði réttilega að auðvelt hefði verið að færa þetta bara yfir á næstu bæjarstjórn. Við ákváðum hins vegar að gera sáttmálum það að reyna að ná fram sjálfbærni í rekstri og við erum ekki að hlaupast frá því að vanda. Það er það sem að mér finnst vera dálítið merkilegt við þetta vegna þess að það hefði verið svo auðvelt fyrir okkur að skila bara aðeins verri afkomu í fjárhagsáætlun og láta þetta allt bara glöða áfram eins og þetta hefur verið en hún réttilega benti á það að við erum að reyna að takast á við þetta verkefni og það er bara jákvætt við þetta. Ég held að þetta sé, ég hef sagt það bara núna, ég segi það bara núna að við erum eiginlega hálf galin að vera að það er kosningar fyrir framöndan og við erum hérna í hagræðingaaðgerðum og erum í rauninni að draga úr rekstrarkostnaði. Maður veltir við sér, jú, kannski kann það að vera að bæjarfulltrúar eru að hverfa hér úr stólum bæjarfulltrúa
En ég held hins vegar að þetta sé bara hluti af því að vera samkvæmur sjálfum sér. Og ég held að þetta sé hluti af því að vera að hugsa til framtíðar. Hilda kom inn á það að við þurfum að hugsa til 15 ára. Ég alveg sammála henni, við þurfum að hugsa til lengri tíma og ég held að þetta sé bara jákvætt fyrir okkur að fara fram með þessum hætti í fjárhagsáætlun. Við höfum líka rætt það að fara með skilaboðin til þeirra sem að ætla sér að starfa hér í bæjarstjórn. Við ætlum í rauninni að teikna svolítið upp hvernig við sjáum þetta fyrir okkur á næstu árum. Þannig að þeir sem eru þá að fara að bjóða sér fram í komandi kosningum vitið á minnstu hvernig staðan er og hvernig hvað er að taka, hvaða höndum ber, eins og bæjarfulltrúi Sóley kom inn á, hún sagði ekki gert sér grein fyrir því þegar hún tók sæti í bæjarstjórn að þetta yrði meira og minna verkefni ekki að finna hvað væri best að gera, hvað væri best að bæta í, heldur hvað væri best að hagræða og forgangsraða eftir því. Það er verkefnið og hefur verið verkefnið. Og það helgast það náttúrulega af því að eins og bæjarfulltrúi Gunnar kom, við erum að fá í, og aðrir bæjarfulltrúar hafa komið inn á, að við erum að fá í hendurnar á okkur fullt af verkefnum sem að ríkið er smátt að færa yfir á sveitarfélögin án þess að við fáum nokkuð rönd við reist. Við erum að fá hérna eins og bæjarfulltrúi Gunnar og fleiri hafa komið inn á, við erum að fá hér til okkar verkefni inn í bæinn sem eru kostnaðarsöm og við þurfum að bregðast við. Hann benti réttilega á að við höfum bætt við núna við eitthvað, ef við maður rétt 100 milljónir króna á þessu ári vegna málefni barna og þar erum við að bregðast við því það er skylda okkar að gera það. Þar erum við að tala þessa grunnþjónustu sem við erum að veita og við höfum talið mikilvægt í okkar samstarfi að standa vörð börn og það er einn svona lykil og rauði þráðurinn í okkar samstarfsáttmála. Það má alveg segja, vissulega er það rétt sem bæjarfulltrúi Sóley kom inn á að það er alltaf spurning hvar við viljum byggja og hvernig uppbyggingin á að vera. Það þarf líka að velta fyrir sig hvað kostar sín að reka hlutina. Það er alveg rétt hjá henni og ég held að við séum svona kannski verðum alltaf að horfa til þess þegar við erum að fara í uppbyggingu að er þetta fjárhagslega hagkvæmt. Það hefur komið hér fram í rauninni varðandi það sem að mun kannski verða umdeildast og mun kannski fá samfélagsmiðla minnstakosti til að loga og minnstakosti í mínu hverfi. Það er það að við erum að fara í uppbyggingu á K-svæðinu. Og það í rauninni eitthvað sem þá í samræmi við þá uppbyggingarstefnu sem við settum hér og samþykktum hér í bæjarstjórn á sínum tíma. En við erum á sama skapi að sjá möguleika á því að taka Akureyrarvöllinn og fara með hann í skipulagsvinnu. Ég hef bara mikla væntingar til þess að þetta miðsvæði á Akureyri getur orðið mjög eftirsóknarvert til uppbyggingar og muni kannski verða til þess að við getum skapað verulega tekjur af þeirri uppbyggingu. Ég minnst bjartsýnn á það og bæjarfulltrúi Hilda kom inn á það að það væri full ástæða til að vera stoltur af samfélaginu sínu og vera bara svolítið bjartsýnn og við þurfum að vera það. Við höfum séð íbúðaþróunina núna vaxa á þessu ári sem gefur okkur tilefni til bjartsýni og ég bara vona að þetta haldi áfram. Við erum hérna með frábært samfélag til að búa í. Auðvitað erum við alltaf vægt að finna að öllu og menn geta alltaf kvartað yfir þjónustunni. En ég held samt sem á svona heilt yfir sé Akureyrarbær að veita afar góðu þjónustu til allra þjóðfélagshópa hér í bænum. Það er mín skoðun. Bæjarfulltrúi Hilda kom inn á að vaxa út úr vandanum. Ég tel, faktískt séum við að reyna að gera það. Við erum í frekar mildum aðgerðum, við erum ekki í hörðum og blóðugum niðurskurði. Við erum að reyna svona að flokka á milli lögbundinna og ólögbundinna verkefna og reyna þá að fókusera á það. Í þeim tillögur sem við munum fjalla í á milli umræðna þá eru ýmis verkefni sem í rauninni bara eitthvað sem er tilfærsla á milli verkefna. Bæjarstjóri er núna til að mynda að vinna að verkefnum í stjórnsýslunni. Þar eru tilfærslur, þar eru ýmsar hugmyndir og þar eru menn allir á tánum og einhvers staðar í umræðinu hér kom fram áðan að við erum afskaplega vel mönnuð af fólki, starfsfólki sem við erum að treysta til þess að vinna vinnuna og vinna eftir þeirri svona línu sem við höfum lagt upp með. Og það er bara að verða spennandi fyrir bæjarstjórnina núna fram að kosningum og líka á næsta kjörtímabili að halda þessari vinnu áfram. Vegna þess að eins og ég segi, við erum vel mönnuð til þess. Það eru ýmis mál sem eiga eftir eins og kom inn á sem eiga að taka inn á milli umræðina og bæjarfulltrúi Hilda hérna fór ágætlega inn á það. Við erum hins vegar, það er alveg rétt sem hefur komið fram, við búum við mikla sérstöðu, þar að segja hér á Akureyri, þar að segja við erum í rauninni borgin út á landi. Og það er þeirri borgarskylda, fylgir ákveðin skylda. Við erum að þjónusta stærra svæði, við erum í rauninni að veita
þjónustu á alls konar sviðum sem menn hafa verið að nefna hér og það kostar peninga. Fólk sækir í þessa þjónustu, fólk flytur til okkar til að sækja sérhæfða þjónustu sem að Akureyrarbær er að veita og það er að mörgu leyti vel. Bæjarfulltrúi Heimir kom inn á það að hann er stoltur af því að við erum ekki að skera niður í þeim málaflokki, við erum ekki að gera það. Við erum í smá umbótaverkefnum en það er ekki stórar upphæðir sem er verið að taka til og við erum stolt af því að veita þessa þjónustu. Þetta er líka þannig að það er fólk sem starfar við þetta hér hjá Akureyrarbæ og þetta er í rauninni atvinnuvegur, við erum að starfa fyrir málaflokk fatlaðra, við erum að sinna ýmissi sérþjónustu og það er ástæða til þess að standa vörð um það, við viljum það, en það er afskaplega mikilvægt að það sé rétt gefið í þessum efnum og ríkið þarf bara að girða sig í brók varðandi greiðslu vegna málefna fatlaðra. Það er bara þannig, það er undirbalans á þessu á landinu öllu og við þurfum bara að fá þessa viðurkenningu á þeim greiðslu sem að okkur ber vegna þessara þjónustu. Og við verðum líka að vera á verði og kannski vorum við svolítið sofandi að verði. Bæjarfulltrúi Heimir myndist á lög sem sett voru hér árinu 2018 þar sem að varðandi málaflokk fatlaðra. Þar í rauninni var verið að bæta í þjónustu sem að sveitarfélög er að veita á þess að þau voru spurð að því og það er þessi málefni sem við verðum að takast á við gagnvart ríkinu. Við höfum unnið marga sigra gagnvart ríkinu varðandi ýmis mál. Ég tel að við höfum kannski ekki tapað gagnvart ríkinu varðandi rekstur öldrunarheimila. Við skiluðum rekstur öldrunarheimila og ég held í rauninni að við sjáum bara að það hefur bara tekist ágætlega til. Ég veit ekki betur en að núverandi rekstraraðilar séu bara að veita fullkomna þjónustu og þjónustu þegar sem þar eru hafa ekki orðið sérstaklega varið við neina breytingar. Þannig að ég held að það sé ekki til þess að skamma sig fyrir. Þetta var þannig að við vorum að reka þetta með miklum undirbalans, við vorum að greiða fyrir þessa þjónustu og í umræðinu hefur oft verið haldið fram að þetta séu sveitarfélög hafi bara almennt verið í rekstri hjúkrunarheimila á landinu. Það er bara ekki svoleiðis. Akureyri var í rauninni stærstur í þessu af sveitarfélögum og almennt eru sveitarfélög til að mynda kringum höfuðborgarsvæðið og suðvesturhorninu með þetta í öðru farvegi heldur en þarna við vorum með og þar eru fyrirtæki eins og Hrafnistagrund og fleiri sem eru að sinna þessari þjónustu. Nú erum við komið með heilsuvernd hérna og ég hef ekki nokkra trú að það gangi vel. Bæjarfulltrúi Heimir kom inn á það, við erum svolítið eins og Reykjavík, við erum þessi höfuðborg og við þurfum að sinna þarna ákveðnum þáttum. Þetta er kostnaðarsamt og eins og ég kom inn á þann við þurfum að sækja það til ríkisins. Við verðum að vera vakandi varðandi lög um farsæld barna sem er núna að koma að taka gildi næstu áramót. Þar í rauninni er verið að leggja á skyldur á hendur sveitarfélögum. Það er fjármagn sem fylgir til að byrja með og við þurfum náttúrulega að halda því áfram fylgja því eftir að því verði haldið áfram. Bæjarfulltrúi Gunnar kom hérna inn í pontu alveg hókinar reynslu. Hann náttúrulega eins og kom fram hjá honum þá er hann búinn að vera að takast á við fjárhagsáætlun í 20 ár. Ég var nú ekki búinn að vera svo lengi en hins vegar var það þannig að ég var að ganga frá gögnum eða við skulum segja fara í gegnum gögn vegna flutninga á persónulegum ástæðum, þá er ég að flytja, þá var ég að fara í gegnum gömul gögn og það var svolítið gaman að lesa þá pappíra sem ég hafði þarna heima, samkað mér heima, allt snerist þetta þessa sömu, það var sama umræðan á hverjum tíma, við erum í rauninni þannig að við erum að reyna að takast á við að gera sem best úr rekstrinum á sama tíma og er verið að bæta okkur erfiðri þjónustu. Við finnum líka fyrir því að á árunum 2000 til 2010 var mikil uppbygging, eða til 2008 var mikil uppbygging, meðal annars í þessu húsi hér og auðvitað býtum við svolítið úr nálinni með það að þessar framkvæmdir voru kostnaðarsamar. En við erum alltaf að gera okkar besta þannig ég held að þarna skal ég sér, já það er svo að segja, þetta er verkefni okkar. Það var svolítið Gunnar kom inn á til að mynda fjölgun stöðugilda og ég ætla nú bara að segja það að Gunnar er þá sá bæjarfulltrúi sem hefur í rauninni hvað oftast rætt stöðugildi hér í bæjarstjórn og haldið okkur vakandi og á tánum hvað það varðar. En hins vegar er ljóst að fjölgun stöðugilda núna vegna þess að við erum að koma með styttingu vinnuvikunnar og betri vinnutíma sem leiðir af sér það að við þurfum að ráða fleira fólk. Við þessu þarf að bregðast. Ég held að við þurfum að varðandi af því ég kom inn á Akureyrarvöllinn áðan að ég held að sé mikilvægt að við séum að horfa til hugmyndasamkeppni þar
hvet okkur og næstu bæjarstjórn til þess í rauninni að halda vel á spilunum þar. Ég held að þetta sé möguleiki á því að gera þarna góða hluti og hafa ágætis tekjur í kassan vegna þessa svæðis. Við erum eins og bæjarfulltrúi Gunnar kom inn á, okkur er þröngt sniðið stakkurinn. Við eigum ekki auðvelt með að hækka tekjur. Hann kom inn á það að það er fasteignaskatturinn. Við í rauninni lækkuðum hann á sínum tíma, það var auðvitað verulega hækkanir á fasteignamati og við fórum að lækkuðum fasteignagjöldin og gerðum það í 2 eða 3 skrefum. Við vorum að 0,33%. Ég meina, við erum að sjá mjög litla hækkun á fasteignamati milli áruna 2020 og 2021. Við munum örugglega sjá miklu meiri hækkun á milli áruna 2021 og 2022. Þannig að næsta ári þá kannski standa sveitarfélög frammi fyrir þessu. En hins vegar það þannig að varðandi fasteignaskattinn, en hins vegar hefur verið rætt í tekjustofnanefnd sem ég er með tek þátt í, þá hefur verið rætt það hvernig þetta komi í veg fyrir þessa sveiflu sem að verða vegna fasteignamatsins og eru að reyna að leita einhverja leiða en það gengur erfiðlega. Ég held að það sé alveg rétt og við þurfum aðeins að koma því á framfæri sem að hefur í rauninni svolítið verið í umræðinu varðandi áhrif COVID. Bæjarfulltrúi Gunnar kom alveg réttilega inn á það að það er ekki svo að COVID sé aðal orsakavaldur þess að við erum í rauninni þessari stöðu sem er í dag. Auðvitað urðum við fyrir náttúrulega einhverjum skell vegna tekna en það var samt sem áður þannig að ríki greip inn í og það leiddi til þess að tekjur voru lækkuðu ekki eins mikið eða í rauninni stóðust áætlan árið 2020. Að sjálfsögðu gerðum við náttúrulega okkur vonur það að árið myndi koma aðeins betur út eins og alltaf vegna þess að þegar við erum að áætla útsvar þá viljum við svolítið alltaf hafa vaði fyrir neðan okkur þannig að við gerðum kannski ráð fyrir að við erum eitthvað aðeins herri ef það er eðlilegt árferði. Þannig að má segja að við höfum tapað einhverju tekjum vegna COVID en hins vegar það þannig að COVID í rauninni kannski hefur ekki haft afgerandi áhrif það sem er náttúrulega stóra vandamál sveitarfélaga. Það í rauninni að takast á við þessar launabreytingar og ég ætla eins og ég sagði áðan í ræðu minni við erum náttúrulega bara stolt af því að laun okkar starfsfólk skuli hafa hækkað og það var kannski löngu tíma bært en á meðan að þessu stendur þá erum við í frekar erfiðu fasa. Varðandi það sem að bæjarfulltrúi Gunnar kom inn á varðandi íbúafundin þá erum við að ráðgera að hafa íbúafund á netinu, svipað eins og við gerðum í fyrra og reiknum með að það verði 7. desember og Kristín Baldvinsdóttir og hennar fólk að vinna að því. Þannig að við verðum með þá svona funda sem að rafræna íbúafund með íbúum þann 7. desember ef allt gengur upp. Aðeins bara því að Þórhallur var að væna mig það að ég var ekki góður með tölur. Ég þess vegna kváði ég aðeins við því ég var að lesa þetta stóð þarna 1300, ég vissi að það var ekki 1300, ég grunaði að það var nær 1200, en las nú 1300 því það var nú í ræðunni, en þar átti ég náttúrulega við bæði Holtahverfið og nýja hverfið sem ég vil nefna borgarhverfið sem er fyrir ofan borgarsíðuna. En þar gert ráð fyrir 900 íbúðum en á hinu svæðunum erum við með 1280 þannig að það er tæplega 1200 en ekki 1300. Annars bara nokkuð góður. Takk. Það bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson lokið máli sínu orðið er laust. Við fleiri að ekki hvað sé hljóðs þá segi þessari umræðu lokið og þeir sem geta samþykkt að vísa fjárhagsáætlun til yfirferðar í bæjarráð og síðan seinni umræðu í bæjarstjórn gefur merki. Það 11. Þá er komið að öðrum lið á dagskrá, samþykkt stjórn fundarsköp Akureyrarbæjar til að biðja varaforseta að taka við stjórninu og gefa mér orðið. Bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir tekur til máls. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, hér er komið til síðari umræðu breytingar á samþykktum stjórn og fundarsköp Akureyrarbæjar. Við fórum yfir þetta nokkuð vel á síðasta fundi og þar taldi ég upp alla breytingarnar sérstaklega. Þessar breytingar eru komnar til af stjórnsýslubreytingunum sem við höfum verið að ræða hérna, þar sem við erum að sameina nefndir og leggja niður og svo framvegis og það þurfti að breyta samþykktunum samhliða. Ég ætla svo sem ekkert að fara yfir þetta neitt grundigt núna til að fólk geti þá bara fundin síðasta fund og hlustað á umræðina þá.
en þetta sem sagt komið hérna þá til endanlega samþykktar. Bæjarfulltrúi Hallabjörg Reynisdóttir hefur lokið málu sínu og færi hérna aftur stjórn fundarins. Takk fyrir það, orðið er laust. Það sem enginn hefur hvagt sér hljóðs, þá þeir sem geta samþykkt þessar breytingar á samþykktunum gefur merki. Það eru 11, takk fyrir það. Komið að 3. liðar dagskrá, bifreiðastæðasjóður Akureyrar, samþykkt til málstöku bæjarfulltrúa Andri Teitsson. Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar, þetta er liður 4 í fundargerð bæjarráðs dagsettri 11. november 2021. Lögð fram drög að samþykkt fyrir bifreiðastæðasjóð Akureyrar bæjar. Inga Þöll Þórgrímsdóttir bæjarlögmaður og Daníels Brynjarsson sviðsstjóri fjársýslusviðs sátu fund bæjarráðs undir þessum lið. Bæjarráð vísar samþykktinni til afgreiðslu bæjarstjórnar með þeim breytingum sem gerðar voru á fundinum. Þetta er hinn formlegi texti sem liggur fyrir okkur hér og svo ætla ég að hafa örfá orð bara samþykktina. Þar var meðal annars verið að gera breytingar með tilliti til gjaldtöku í miðbænum og aðeins að fjalla það markmiðin með gjaldtöku á bílastæðum í miðbænum eru að bæta lífsgæði og skapa tækifæri fyrir fjölbreyttari notkun bæjarlands með því að stýra betur eftirspurn eftir bílastæðum, draga úr umferðartöfum, útblæstri og hljóðmengun, einnig að bæta umferðaröryggi fyrir aðra vegfarendur með því að draga úr fjölda ökumanna sem aka og leita að lausum bílastæðum. Styðja við verslun og fyrirtæki með því að auðvelda viðskiptavinum, íbúum, ferðamönnum, þjónustuaðilum og gestum að finna laus bílastæði. Og það verða innleidd 2 gjaldsvæði í miðbæ Akureyrar þar sem í dag eru gjaldfrjáls klukkustæði. Gjaldskyldu tíminn tekur að mestu mið af núverandi gildistíma klukkustæða og verður á virkum dögum ýmist frá klukkan 10 til 16 eða 10 til 18. Gjaldskyldu stæðin skiptast í tvennt. Í gjaldflokki P1 eru 260 stæði og þar kostar 200 krónur á klukkustund að leggja bifreið. Og í P2 eru 250 stæði og kostar 100 krónur á klukkustund. Svo eru 22 stæði fyrir hreyfihamlaða og 18 svokölluð græn stæði og svo eru þar til viðbótar 600 gjaldfrjáls bílastæði í kringum miðbæinn, til dæmis norður við Íþróttavöll, niður með Strandgötu og Hofi, suður við Leikhús og svo framvegis. Takk fyrir. Það er bæjarfulltrúi Andri Teitsson lokið máli sínu, orðið er laust. Sem enginn hefur kalt sér hljóðs þess að geta samþykkt fyrir bifreiðastæðasjóð, gefur merki. Það eru 11, takk fyrir það. Þá er komið að bifreiðastæðasjóð gjaldtaka til málstöku bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil að koma upp þá dótálfa mín eða þetta strömlaust, ég man ekkert að þetta var nú tekið fyrir í bæjarráði og vísað hingað til afgreiðslu í bæjarstjórn, ég man ekki nákvæmlega hvaða dag það var en það skiptir svo mikið nákvæmlega máli en við erum að taka þetta við gjaldskrá fyrir gjöld á bílastöðum Akureyrarbæjar og gjaldskráin er í rauninni með 4 töluliðum. Fyrsta grein er að gjöld á gjaldskyldum bílastæðum og eins og bæjarfulltrúi Andri kom inn á, þá erum við með 2 gjaldsvæði, annars vegar gjaldsvæði 1 sem er 200 krónur á klukkustund og gjaldsvæði 2 sem er 100 krónur á klukkustund. Við erum líka í annarri grein að tala um gjald fyrir bílastæðakort, þar að segja íbúakort íbúa á Akureyri, að núna sé að fá íbúarkort til þess að leggja í sínu nánasta nágrenni þar sem að er að ræða gjaldskyldu og gjald fyrir bílastæðakort íbúa er 6.000 krónur á ári. Í 3. grein erum við að tala um gjald fyrir bílastæðakort á fastleigusvæði og þar erum við með 2 verðflokka, annars vegar gjaldsvæði 1 þar sem er gert ráð fyrir 12.000 krónum á mánuði og á gjaldsvæði 2 þar sem er gert ráð fyrir 6.000 krónum á mánuði. 4. grein gjaldskrána fjallar svo bara um gildistíman og þetta gjaldskrá tekur gildi frá 1. janúar 2022. Ég legg þetta hér fram til samþykktar í bæjarstjórn og kannski einhverja umræðu.
Vissulega er það þannig að við erum þarna að breyta kerfi sem hefur verið lengi við lýði, þar að segja við hefum ekki verið að taka gjald fyrir bílastæði í miðbæ Akureyrar. Bæjarfulltrúi Andri kom ágætlega inn á af hvað ástæðu við erum að fara í þessa breytingu. Þetta er líka þannig að ég held að sé mikilvægt að Bifreiðastæðasjóður standi undir ákveðnum kostnaði við viðhald og gerð bílastæða. Þannig að þetta er bara hluti sem ég tel eðlilegasta hlut að koma á þessari gjaldskrá. En ekki þetta hér fram til samþykktar. Takk. Það var bæjarfulltrúi Baldvin Guðmundsson lokið málsins orðið laust. Sem enginn hefur hvað sér hlust, þeir sem geta samþykkt drög að þessum gjaldtöku, gefið merki takk. Það er 11. Þá er komið að 15. liða dagskrá, Hofsbót 2, umsókn um breytingu á deiliskipulagi, til málstöku bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Hér er liður 2 í fundargerð skipulagsráðs dagsett 10. nóvember 2021 umsókn um breytingu á deiliskipulagi. Erindi Ásgeirs Ásgeirssonar fyrir hönd T-Ark arkitekta dagsett 5. nóvember 2021 fyrir hönd lóðarhafa Hofsbótar 2 þar sem hann lögði fram tillaga uppbyggingu á lóðinni sem felur í sér breytingu á deiliskipulagi. Samkvæmt gildandi deiliskipulagi er heimilt að byggja 4 hæða hús sem getur verið alltaf 1482 fermetrar. En tillagan gerir ráð fyrir að 5 hæða húsi sem er 1636 fermetrar. Eru efstu 2 hæðirnar indregnar, það er einnig gert ráð fyrir að byggingareitur á norðurhorni og suðurhorni lóðar stækki lítilega til þess að húsi falli betur að nærliggjandi húsi og eins er búið að taka og í nýju miðbæjarskipulagi ekki gert ráð fyrir hringtorgið þarna þannig að það er búið að taka þennan sveig af horninu á húsinu þannig að það má vera 90 gráðu horn þar. Skipulagsráð tók jákvætt erindir og leggur til við bæjarstjórn að breyting á deiliskipulagi til samræmis við fyrirliggjandi gögn verði auglýst samkvæmt 41. grein skipulagslaga nr. 123 frá 2010. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson lokið málsins orðið laust. Næst tekur máls bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég taldi bara tilefni til þess að koma hingað upp og fagna þessari uppbyggingu á þessum reit og meðan við útlitið þá finnst mér þetta gríðarlega spennandi og hlakka til að sjá miðbæinn okkar byggjast upp með öflugum hætti og spennandi tímar framundan. Þarna Austurbrúarverkefni og svo framvegis. Þetta verður geggjað. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir lokið málsins orðið laust. Sem fleiri hafa ekki hvað sér hljóðust, þeir sem geta samþykkt þessa breytingu á deiliskipulagi gefur merki. Það eru 11. Næst tekur til máls bæjarstjóri Ásthildur Sturludóttir með skýrslu. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Miðvikudaginn 3. nóvember héldum við stjórnarfund í flokkun Eyjafjarðar EHF þar sem bæjar- og sveitarstjórar í firðinum ræddu úrgangsmál en sveitarfélögin á Norðurlandi eru undirbúið endurskoðun og svæðisáætlunum meðhöndlun úrgangs. Daginn eftir áttu fulltrúar Akureyrar bæjar fund með sveitarstjórum Eyjafjarðarsveitar, Svalbarðsstrandarhrepps, Hörgársveitar og Grýtubakkarhrepps málefni fatlaðra í firðinum og gildandi samning þar að lútandi. 15. nóvember flutti ég stutta tölu á blaðamannafundi í Ráðhúsinu í Reykjavík þar sem frumkvöðullinn Haraldur Þorleifsson boðaði átak til að rampa upp Ísland með 1000 nýjum hjólastólarömpum á næstu 4 árum en hann hefur áður rampað upp Reykjavík með stuðning frá fleira góðu fólki. Það er vilyrði frá Haraldi að fjármagni verði meðal annars veitt hingað norður til að gera gangskör í aðgengismálum fatlaðra hér á Akureyri sem og annars staðar á landsbyggðinni. Nú áfram með unnið að stjórnsýslubreytingum hjá sveitarfélaginu, nýtt sviðið er að myndast og umtalsverð vinna er í kringum það. Nú standa yfir flutningar á milli hæða sem er gríðarlega spennandi verkefni og þetta er stór og mikil tiltekt og fyrir suma starfsmenn mikla breytingar
margir pappirsbunkar hafa farið inn á skipulag og aðrir í rusluð og þarna, já eins og ég segi, bara mikil tiltekt í húsinu. Launa- og mannauðsdeildir að flytja sig upp á 3. hæð og við sem höfum verið upp á 3. hæð erum að koma niður á jarðhæðina. Reyndar hefur COVID sett strikinn í reikningin núna í vikunni, það hafa verið 2 smit í Ráðhúsinu og allir nokkrir í sóttkví, en þetta horfir nú allt til betri vegar. Ég vil nú fá að hrósa starfsfólkinu sem hefur stýrt þessari vinnu, það hefur unnið gott starf í þessum flóknu aðstæðum. Nú það var tekin upp myndbandskveðja frá Akureyrarbæ og Arctic Mayors Forum sem við sendum á ráðstefnu norðurslóðamál sem nú stendur í Rovaniemi í Finnlandi og 5. 11. nóvember átti ég fund með starfsfólki Hlíðarfjalls og umhverfis- og mannvirkjasviðs verkefnin framundan þar sem starfsemin færist frá samfélagssviði undir umhverfis- og mannvirkjasvið. Nú lags má geta þess að ég flutti í gær erindi Akureyri og tók þátt í pallborðsumræðum í tengslu við Rovaniemi Arctic Spirit þingið sem nú stendur yfir í Finnlandi og seinnipartinn í gær átti ég ágætan fund með framkvæmdastjóra félags kvenna í atvinnulífinu og formanni þess félags og konum úr stjórn FKA Norðurlands. Látum þetta gott heita. Takk. Það hefur bæjarstjóri Ásthildur Sturludóttir lokið máli sínu og dagskráin þá tæmd. Eftirtalda fundargerðir eru lagðar fram til kynningar, afgreiðslufundur byggingafulltrúa 3. og 11. nóvember, bæjarráð 4. og 11. nóvember, frístundaráð 3. nóvember, fræðsluráð 1. nóvember, skipulagsráð 10. nóvember, stjórn Akureyrarstofu 4. og 8. nóvember, velferðarráð 3. nóvember. Hægt er að nálgast allar þessar fundargerðir á heimasíðu bæjarins og ég segi þá fundi slitið klukkan 5:30. Takk fyrir góðan fund.